Við ætlum að bregða okkur vestur í Dali að þessu sinni á kirkjukórsæfingu. Í Sörbænum nefnilega að finna einn yngsta, ef ekki yngsta kirkjuorganista landsins. Sá heitir Kristján Ingi Arnarsson. Við förum einnig í Skagafjörð, nánar tiltekið í safnið í Glaumbæ og spjöllum við systurnar Sigríði og Herdísi Sigurðardætur sem ætla að fræða okkur þennan merkilega stað og bjóða upp á kvöldverð að handan, hvorki meira né minna. Margir sjá væntanlega kirkjuorganista fyrir sér sem virðulega eldri menn. Kristján Ingi Arnarsson allavega undantekning þar á, því hann ekki nema 17 vetra. Kristján leikur jöfnum höndum undir með kirkjukórnum í sinni heimasókn og á rokktónleikum með félögum sínum í hljómsveitinni Black Sheep. Aðalstarf Kristjáns Inga yfir veturinn þó námið sem hann stundar við Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Ég að klára annað árið núna. Þetta var náttúrulegrabraut. Bara gengur nokkuð vel. Hvað stefnan sett á? Kemur í ljós, ég ekkert búinn að ákveða. Það bara kemur tímanum. Það eru raungreinarnar sem eru svona? Jú, ég held mig þar, ég ekkert í tungumálunum eða neinu þannig. Bara halda mig í því sem ég bestur í. Ertu námshestur mikill? Já. Ég get alveg hugsað mér að vera eitthvað meira í skóla. Ég bara ekkert búinn að ákveða neitt meira hérna. Þetta aðeins fjölmeira skóli sem þú ert í hér heldur en þinn grunnskóli? Já, það eitthvað 600 manns hérna, aukalega. Já, Það aðeins færri í grunnskólanum í Sveinbærunum? Já, það voru ykkur 15-16 í ár. Hvernig að vera í svona fámennum skóla? Það bara að vandist í þetta. Já, nokkuð gott. Góð félagsskapurinn og bara, já, gott félagslíf hana. Það ekki viðbrigði að koma í svona fjölmenni? Jú, þetta venjast í en það nú kom alveg fljótlega bara. Þetta ekkert svo mikil viðbrigði. Þið sem komið úr sveitinu og dölunum og lengra þið farið náttúrulega ekki heim á kvöldið þannig að þið eru hérna heimavist hvernig? Já, við erum hérna heimavistinni. Tekur ykkur 60 manns. Bara hérna á Vesturlandinu öllu. Já, það mikill munur. Mjög góð aðstaða hérna. Heilt. Heimavistarlífið, þetta skemmtilegt? Já. Vandist ég nú í grunnskóla. Var þar á Laugum, Selvíksdal. Var þar í grunnskóla heimavist, 5 ár. Þannig að maður nú ekki óvanur. Þetta náttúrulega herrægi hérna á vistinni væntanlega? Jú, bara passlega. Já. Það væntanlega svolítið fjör, svona annað lagið? Jú, samt. Í hói. Já, það komast ekki upp með neitt? Nei, ekki hvað sem En þið sveitapiltarnir á dölunum, þið eru nú væntanlega ekki með neitt uppdeilt? Nei, við heimsum þær. Að tónlistinni sem nú svona þitt aðaláhugamál, ekki satt? Jú. Hérna byrjaðirðu snemma að spila á hljóðfæri? Það var 7-8 ára. Byrjaði ég á hljómborð í tónlistarskólanum Dalasýslu. Hjá Halldór og var bara hjá honum út grunnskólan. Sama kennarinn. Síðan fór á harmoniku. Og var á henni líka helling til skiptis með hljómborðinu. Harmonikan það nú svona ekki hljóðfæri fyrir hljómsveitar tónfara? Jú, það ekkert mál. Spila marga rockslagarna hana. Það nú ekki margir á þínum aldri eða hvað sem að velja sér það hljóðfæri? Nei, það nú einhver hópur, en ekkert eins margir og rafmagnsgítar, þannig. Þú ert, nýtekið við sem, organist í þinni heimasókn? Jú. Það var nú einhver að taka það af sér, það var nú að hætta hana. Eftir að spila nærri hálfa öld. Þannig að þú sérðu þetta næstu hálfa öldina eða hvað? Já, það getur bara vel verið.
En hvernig kom þetta til að leita til þínu? Já, ég veit hann ekki alveg nákvæmlega. Þetta einhvern veginn, hann var að hætta hana og vantaði nú annan. Pabbi nú líka var í sóknarnefnd akkurat þeim tíma, þannig að einhvern veginn rúlaði þetta allt upp á sig og það endaði með því að ég er bara orðinn organisti. Ég spilaði nú hana aðventukvöldi og síðan bara kom þetta hana messi eftir messi bara. Nú svona sjá hvað treysti fyrir sér að þetta séu svona kallarafónir á efri ár sem eru virðulegir eldri menn, organistar. Jú, það hefur nú verið með ímyndinni. Þetta er bara nokkuð skemmtilegt að prófa þetta þannig, fjölbreytt og svona. En hvernig kirkjugestir, hafa þeir ekkert, já svona, hefur þeir mikið orðið starfsýnna á þig heldur en prestir svona fyrst eftir að? Nei, ekki ég orðið var við það. Opnir fyrir öllum breytingum hana í sveitinni. En svo er ekki nú með að þú spilir á orgelið í messum, þú stjórnar kirkjukórnum líka? Jú, myndi nú fengið smá aðstoð hana, presturinn hana sem var einmitt að koma ný hana. Hún hefði nú aðstoð í kirkjuæfingarna, kóræfingar. Þannig, já, og kórfélagin er nú hjálpsamir allir, þannig þetta gengur allt. Þú ert allavega ekki óttast uppreisn í kórnum? Nei, þetta. En það er nú vendarlega ekki margir í kórnum sem er yngri en þú, er ekki flest? Nei, ég er eiginlega hann yngstur. Já. Það er nú bara mjög hjálpsamlegt og þolinmótt. Í kirkjuna kemur fólk bæði í gleði og sorg og væntanlega liggur það fyrir organistanum unga að þurfa að spila við jarðarfarir og því eðlilegt að spyrja hvort hann óttist ekki að það kunni að verða erfitt. Jú, ætli það ekki. Ég hef ekki íhugað það. Það hef ekki komið til ennþá. Ekki minni organistatíð allavega. En væntanlega hefur það verið sérstök upplifun fyrir pilt að setjast við orgelið í fyrstu messunni. Jú, alveg kósíktur hana. Jú, þetta kemur allt saman með tímann. Þetta er alltaf einhver stress í gangin. Bara beisla það, nota. Þú er ekkert mistið út í rockið, geta haldið við sálmana? Já, ég held mjög það. En svo ertu alveg í hinni hliðinni þegar þú ert hérna, þú ert svona eiginlega tvískiptur. Já. Það er svolítið aðrar áherslur í kirkjunni Dölunum heldur en það sem þú ert að spila hér. Já, er það ekki að gera verið eins fjölegur og maður getur? Þið eru komin með hérna, alveg rockband. Já, búin að fara á músíktilraunir, meika þar, Já. Þetta er hálfgett hljómsveit. Já, einn hérna á Skaganum og Hólminum. Annars erum við hana allir hérna hérðan og þaðan, Vesturlandinu. Nafnið á hljómsveitinni, sækið þið það í sveitina eða? Já, Black Sheep. Það er svarti sjöðurinn. Það er beint úr búskapnum. Það er hin hliðin á organistanum, það er svarti sjöðurinn. Hvað þið búin að vera lengi að? Það er nú einhverju mánuði núna sem þessi hljómsveit byrjaði. Það séum að nú verið einhverjum skólahljómsveitum og svona einum af þessum. Spila á einhverjum tónfundum og hann í tónlistarskólan vorum hljómsveit. Þannig að virkið því að spila hér og þar einhverjum samkomum. Þannig að þetta er svona, hlýtur að fara þessi mikið tími hjá þér í tónlistina? Já. Bara gaman að því. Ekkert hægt að eyða tímann betur en tónlistina. Og það að slá í gegn á öllum vígstöðum? Já, ég er það ekki. Jú. En eitthvað gekk vel á þessari tónlistakefni, var ekki? Jú. Fengu nú einhverja viðurkenningu fyrir framkomuna. Það var ein gítar, rúmfattalæsgítar, rústað og hana. Það er allt fyrir sjóið.
En hvort nú skemmtilegra að spila á orgelið í kirkjunni heima eða kröftugt rock með félagunum hér? Já, ég hef ekkert búinn að gera upp með það. Ég veit það ekki. Bara gaman á sínum mátanna. En hvort heillar stelpunar meira, organistinn eða hljómsveitarstjóri? Já, þú spyrir það, ég hef ekki kannað það. Þú hef ekki vægt það. Það kannski rockið svona vænlegra til árangurs á því? Já, ég held það.